Undir aðgerðasvið heyra blóðbankinn, dauðhreinsun, gjörgæsludeildirnar 2, skurðstofur, speglun og svæfingadeildir. Við þjónum í raun öllum deildum spítalans á einn eða annan hátt, en eðli málsins samkvæmt þá vinnum við mest með skurðlækningasviði. Það eru 420 stöðugildi og rúmlega 500 manns sem að sinna starfseminni. Blóðbankinn við Snorrabraut og hann gegnir mjög margþættu hlutverki. Þar helst auðvitað söfnun blóðs og síðan vinnsla og afgreiðsla blóðhluta og hann sinnir landinu öllu. Það eru 2 gjörgæslur, ein í Fossvogi og ein á Hringbraut og þær eru hvorum sig mannaðar fyrir 7 pláss að jafnaði en geta tekið fleiri sjúklinga ef það er mikið álag. Og þarna liggja veikustu sjúklingar landsins á hverjum tíma og það er auðvitað mikið óhagræði í því fólkið að vera með vaktir og slíkt á 2 stöðum þannig að við hlökkum mikið til að sameina þessar 2 deildir í nýjum spítala. Á síðastliðnu ári þá voru 1400 sjúklingar á þessum 2 deildum og meðal legutími tæpir 3 dagar þannig að þetta um 3700 legudagar þannig að þetta gríðarlega umfangsmikil starfsemi. Og síðan heyrir líka vöknun undir gjörgæslu og þar eru vaktaðir sjúklingar eftir skurðaðgerðir og deyfingar og alls konar meðferðir og það voru 12.000 sjúklingar á síðastliðnu ári þannig að þessar deildir sinna mjög mörgum og mikið veikum sjúklingum. Á aðgerðasviði þá sinnum við nær 5.000 speglunum á hverju ári. Það eru meltingaspeglanir sem eru gerðar fyrst og fremst við Hringbraut og lungnaspeglanir í Fossvogi. Það eru 13.000 skurðaðgerðir og að auki tæplega 5.000 inndælingar sem eru gerðar á hverju ári. Svæfingadeildir eru reknar bæði í Fossvogi og Hringbraut og sinna sjálfsögðu svæfingum við alla skurðaðgerðir en auk þess svæfingum víðsvegar spítalann, til dæmis á bráðamóttöku, á hjartaþræðingu, geðdeild og víðar og það eru 3.000 svæfingar aukalega á ári. Síðan sinnir svæfingadeildin margs konar mjög sérhæfðum verkefnum eins og verkjameðferð, deyfingum og fleiru. Dauðhreinsun tekur við verkfærum frá öllum skurðstofum og reyndar líka stofnunum utan Landspítala og líka áhöldum frá ýmsum deildum eins og slysadeild og fer yfir þau og sér til þess að þau séu í lagi og síðan hrein og dauðhreinsuð og tilbúin fyrir næstu aðgerð. Og þau sjá líka að pakka taugi og alls konar einnota hlutum. Það er mjög ánægjulegt að segja frá því að í tengslum við þetta átak heilbrigðisráðherra í að vinna niður biðlista bæði í bæklunaraðgerðum og augasteinsaðgerðum að þá er verið að bæta við skurðstofu í Fossvogi og aðgerðastofu á Eiríksgötu og það fellur okkur á aðgerðasviði sérstaklega vel því að við viljum skera upp en alls ekki skera niður. Áætlunin er að biðtíminn verði orðinn viðunandi í lok næsta árs. Við leggjum mikla áherslu á að veita góða þjónustu og stytta biðtíma og líka að efla öryggi sjúklinga og teljum okkur hafa verið framarlega til dæmis í að nota gátlista bæði á gjörgæsludeildum og í skurðaðgerðum. Við höfum farið í herferð gegn lyfjaatvikum, leggjum mikla áherslu á að skrá atvik og vinna vel úr þeim og síðan erum við að efla hermikennslu á sviðinu. Við á aðgerðasviði erum bara mjög bjartsýn fyrir þessu nýja ári. Við hlökkum til að takast á við biðlista því að okkur hugnast ekki að sé of langur biðtími eftir aðgerð hjá okkur og við erum líka sérstaklega spennt fyrir því að hanna nýja spítalann en vinna við það er komin á fullt þannig að við sameinum skurðstofur og gjörgæslur og aðrar einingar á einum stað.